Þeir kannast flestir við að vilja eða þurfa að borga fyrir eitthvað sem kostar meira en við höfum efni á. Þá eiga það margir til að taka skammtímalán sem í dag oftast hægt að gera á nokkrum sekúndum. Að sjálfsögðu skynsamlegast að spara, en ef við komumst ekki hjá því að taka lán, gott að bera saman og skoða vandlega hvaða lán skynsamlegast að taka og hvaða mun kosta. Tökum 2 dæmi og berum saman. Sigga og Stebbi þurfa bæði að kaupa sér þvottavél sem kostar 120.000 krónur. Sigga ákveður að spara fyrir þvottavélinni og leggur 40.000 krónur fyrir í 3 mánuði og opinn sparnaðarreikning. Stebbi þarf hins vegar að eignast þvottavélina strax og ákveður að taka skammtímalán með 12 mánaða greiðsludreifingu. En að 3 mánuðum liðnum Sigga búin að spara sér fyrir sömu þvottavélinni og greiðir 120.000 krónur fyrir hana. Stebbi greiðir hins vegar 12.800 krónur á hverju mánuði í heilt ár og greiðir því á endanum 153.600 krónur fyrir sömu þvottavélina. Þannig virka skammtímalán.